Þá komið að lið 4, skýrsla bæjarstjóra. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að rétt að renna hérna yfir það helsta sem hefur verið á mínu borði í ágústmánuði og þar til dagsins í dag. Nú, við erum byrjuð að vinna í fjárhagsáætlunargerðinni og það litar að sjálfsögðu alla vinnu okkar og starf og sömuleiðis hefur verið að fara yfir starfsáætlanir allra ráða og allra sviða og skoða hver staðan og við höfum verið að vinna náttúrulega því að koma rammanum saman og svo framvegis. Þetta vinnulag að fylgja eftir 90 daga sprettum hefur gengið mjög vel og það gott aðhald sem sviðsstjórum og starfsfólki veitt með því og ákaflega vel heppnað og starfsfólkið ánægt með þessa vinnu. Þetta líka gott fyrir okkur að vera upplýst stöðuna með svo greiðum hætti. Nú, þessa dagana fara fram viðtöl við umsækjendur starf sviðsstjóra fræðslu og lýðheilsusviðs en Karl Frímannsson hefur tekið við starfi skólameistara Menntaskólans á Akureyri. Ég vil nota tækifærið og þakka Karli fyrir farsælt samstarf og bestu óskir velgengni í nýju starfi. Ég vonast til þess að ráðningarferlinu muni ljúka núna á næstu 2 vikum. Ég ákaflega glöð með það að skyldu 24 umsóknir berast og mjög fínar og ég bara ber það von í brjósti að við fáum góðan einstakling í þetta mikilvæga starf í langstæðsta sviði bæjarins. Nú, það hafa verið nokkru fundir síðustu viku með erlendu sendiherrum. Nú, eftir COVID þá hafa þeir farið að koma aftur til Akureyrar og skoða bæinn og kynna sér atvinnulíf bæjarins og ég hef lagt ríka áherslu á það að þeir kynni sér þá starfsemi sem hér og reyna að koma á samböndum milli Akureyrar og þeirra ríkja. Nú, Jeanette Menzies, kanadíski sendiherrann, hefur verið hér í miklu sambandi og svo kom Anne-Sophie Stute, núna fráfærandi finnski sendiherrann og erindi hennar var að óska eftir því að fá að setja hér upp sýningu í tilefni af minni 75 ára milliríkja afmælissambandi milli Íslands og Finnlands. Þannig að það bara skemmtilegt og við gerum ráð fyrir því að sú sýning verði núna í desember í Amtsbókasafninu. Nú, norræna hafnaráðstefnan Nordpjank fór fram í Hofi á Akureyri og var mér boðið sitt í ráðstefnuna og hitta þar nokkra gesti. Það búið að standa til í 3 ára að halda þessa risastóra ráðstefnu hér á Akureyri og heppnaðist hún vel. Nú, Akureyrarvaka, afmæli Akureyrarbæjar var haldið með pompi og prakt í lok ágústmánaðar og eins og aðrir hér inni nauti dagskrárinnar ásamt bæjarbúum og gestum og tók að mér að stjórna spjalli hið mikla fyrirbæri sem kvikmyndir filmumanna voru hér á 10. áratugnum. En það voru 4 myndir sýndar í Hofi og Akureyrarvöku og virkilega skemmtilegt. Og síðustu vil ég nefna fund sem ég sat dæmisráði barnaverndar á landsbyggðinni núna í vikunni en það verið að undirbúa gildistöku nýrra barnaverndarlaga. Að öðru leyti þetta mest fjárhagsáætlun að vinna og eins og ég segi, hún gengur bara ágætlega. Takk. Þökkum Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra fyrir þessa flotta yfirferð. Eftirfylgda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 16., 23., 30. júní, 7., 14., 21. og 28. júlí, 4., 12., 18. og 25. ágúst 2022, bæjarráðsfundir 23. og 30. júní, 14. júlí, 4., 18. og 25. ágúst og 1. september. Fræðslu- og lýðheilsuráð 22. og 30. júní, 8., 16. og 22. ágúst 2022, skipulagsráð 6. júlí
10. og 24. ágúst 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 21. júní og 16. ágúst 2022 og velferðarráð 22. júní og 24. ágúst 2022. Hægt að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá förum við yfir bókanir, eða ekki? Það er rétt hjá mér. Slíta fundi og förum við bókanir. Þá er bara fundi slitið 16:56.